Jæja, Ágúst Björgvinsson, ég veit ekki hvort ég ekki bara byrjaði að votta þér samúð yfir þessu grátlega tapi fyrir þig og þína menn. Hver þín fyrstu viðbrögð? Það var ótrúlega svekkjandi við leiðum þennan leik, nánast allan, og við vorum bara algjör klauður og ekki búin að klára þetta. Það eru 4 stig miður, það er mínútu eftir og þeir skora síðustu 5 stig. Við getum verið búin að klára þetta miklu fyrr en það. Við náðum ekki að stoppa hann í vörðinni, við náðum ekki að frákasta, þeir að taka alltaf mikið að frákasta okkur og mikið að töfum bolti sem gaf þeim bara sniðskot. Það er kannski svona, það er svona leikurinn fyrir okkur, það er þessi grunnatriði sem við klikkum á. Já, þannig að þú munt kannski ekkert sofna neitt sérstaklega vel í kvöld eftir þetta. Það er bara næstu leikur, við höfum að vera einhvern tíma að jafnast þessu, en það þýðir ekkert að þessi leikur er bara búinn og við þurfum bara að fara í næsta leik. Það var margt gott í þessum leik og þótt að úrslitin hafi ekki verið eins og við vildum. Nú er þetta allavega þriðji svona close leikurinn sem þið tapið í lokin. Hverju veldur heldurðu? Er þetta eitthvað stress hjá nýliðum eða? Já, það var kannski dálítið stressandi hjá okkur núna í endan, en ég veit ekki hver nákvæmlega skýring á því er. Ég held að það sé ekki neina ein skýring. Það er náttúrulega bara í þessum leik var það töpuðu boltarnir og sólarhókasting. Þannig að það er einhver önnur skýring einhver öðru leikin. En hvað með framhaldið þá? Þetta er búin að vera sáttur samt við veturinn hjá ykkur valsmönnum og framhaldið þá? Já, ég meina, við erum að gera það sem við erum að leggja upp með. Ég meina, úrslitið sé ekki alltaf eins og við viljum það séu. Það er vinn í öllum leikjum sem við spilum. Við erum að challenge öll lið sem við spilum á móti. Og þetta hefur við viljað vera búin að ná í fleiri sigra. Það eru nokkur grátlega töp, það eru líka nokkur góðir sigra, þannig að við þurfum bara að vera ánægð líka með það sem við höfum. Staðan geti alveg verið verri og hún geti líka verið betri, þannig að það er bara áfram gakka eins og ég segi minni Grindavík. Já, það má segja það. Það er bara eitt leikur eftir fram í jólum og við þurfum bara að gíra okkur í hann. Flott, takk fyrir.